Ragnar, fyrsti leikur í Hveragerði, eða fyrir Hveragerði í langan tíma. Já. Hvað langt síðan var síðast í Hamri? Þetta eru 9 ár. 9 ár. Ef ég skemmst það. 9 tímur. Velkomin heim. Gott að sjá það á gólfinu. Takk hérlega, takk. Gott að. Hvernig leiðir í leiknum, þessum leik? Mjög vel. Þetta er í fyrsta skipti sem ég kem inn í þetta íþróttahús. Þetta er geggjað íþróttahús. Bara frúður og frunumenn mega vera virkilega stolt af húsinu. Mér leið vel. Við erum kannski ekki alveg komin á þann stað sem að ég vill að við séum, en þetta var flott svona að sjá hvað við þurfum að bæta. Það er á ýmsum bæði vörn og sókn sem við þurfum að bæta. En þið voru nú miklu betra liðið á vellinum í dag. Já, svona kannski mest megnis, en svo komu hrunumenn með áhlaup á okkur og nýttu sér svolítið okkar veikleika sem að við þurfum þá að bara taka í burtu fyrir næsta leik á móti Álftanesi sem að verður bara alvöru barátæking. Hvernig finnst þér með þitt hlutverk? Ég heyri að þú tala mikið í varnarleiknum. Já. Er þetta svona ákveðið þú átt að koma að nýta reynsluðina og þekkingu á leiknum? Já, klálega sko. Það er bara, mér var kennt sem krakki að allir eiga að tala í vörninni og ég bara reyni að vanda mig við það að vera að tala og ég á að vera aftasti maður og það á að heyra í mér og ég á að setja tóninn í vörnina. Þannig að það er bara svona sem ég reyni að gera allan leikinn. Finnst þér mikill munur á hraða leiksins í úrvalsdeildinni og þarna? Mismunandi eftir liðum. Já. Ég hef verið í liði úrvalsdeild sem að vildi hlaupa mikið. Það hentar mér kannski ekki rosalega. Svo hef ég líka verið í liðum sem að vildi hægja hans á leiknum og hlaupa kerfi og við ætlum að reyna að vera milliveginn hjá okkur. En þá hentar mér klálega að hægja aðeins á leiknum. Þá get ég notað mína styrkleika. Þið eru með snögga menn líka, sem hafa skotleyfi. Já. Og þá losnar Bjössa að hafa þessa duglugu skotmenn með sér, með honum. Já, og það er einmitt líka, þú veist, þegar ég dreg að mér þá eiga þeir að skjóta. Svo ef þeir eru heitir og þá verður að dekka þá á ég að skjóta, þá opnast allt fyrir mér. Þannig að þetta er bara svona vega salt, það er bara ynga. Velkomin, gaman að fá þig deildina. Takk fyrir skjótið. Takk.